Heyrist eitthvað í mér? Já, gott, það heyrist núna í mér. Gaman að sjá okkur öll hér og hjartanlega velkomin á þessa hátíðarstund. Og ég vil óska ykkur gleðilegs hvíldardags og líka heilsa öllum þeim sem eru að horfa á internetinu. Og við skulum hefja þessa stund með bæn. Drottinn minn og Guð minn, þakka þér fyrir þennan fagra dag. Viltu vera með okkur hér í Jesú nafni. Amen. Nú skulum við hefja þessa stund með að syngja sálmi númer 64, Ó drottinn Guð. Drottinn dásamlegu Guð og við skulum núna rísa á fætur og lesa ritningarlesturinn sem að finna í Predikaranum 11:6. Let's go to Ecclesiastes 11:6. Þetta eru
versin sem að predikarinn í dag ræðumaðurinn í dag hefur valið sér. Sá sæðu þínu á morgni og lát hendur þínar eigi hvílast að kveldi, því þú veist ekki hvað muni heppnast, þetta eða hitt, eða hvort tveggja verði gott. Skulum lúta höfði í bæn. Drottinn Guð minn, við viljum lofa þig í dag og þakka þér fyrir allt það góða sem þú gefur okkur og fyrir að elska okkur svona mikið. Við þakkum þér fyrir að hafa gefið son þinn, Jesú Krist, fyrir okkur, að hann skuli hafa verið tilbúinn til að deyja fyrir okkur, þjást og deyja. Drottinn, vilt þú hjálpa okkur að vera eins og Jesús, þjóna en ekki vera þjónað. Ég bið Drottinn minn fyrir öllum þeim sem komu ekki hér í dag. Ég bið fyrir þeim sem eru einmana og sjúkir jafnvel, og ég bið fyrir þeim sem eru að fara að skýrast hér í dag. Vilt þú blessa þau og vaka yfir þeim. Ég bið fyrir ræðumanninum og öllu því sem fer hér fram að þú megir tala í gegnum ræðumannin til okkar. Ég bið í Jesú nafni. Amen. Nú skulum við syngja sálminn númer 213. Sjá, lausnarinn bíður. Nú skulum við taka upp gjafir og þær munu renna í dag í heimstrúboðssjóðinn.
Við skulum lúta höfði í bæn. Drottinn minn, við þökkum þér fyrir allar þessar góðu gjafir sem þú gefur okkur. Megi þessar gjafi vera þínu starfi til blessunar og þér til dýrðar. Í Jesú nafni. Amen. Nú ætlar Sigrún Rut og Ester að vera með tónlistaratriði. Gjörið þið svo vel. Amen. Takk fyrir þetta, Sigrún og Ester. Já, nú er komið að ykkur krakkar. Barnasaga. Er ykkur krakkar hérna inni? Nei, er ekki krakkar. Jú, þarna eru 3. Þarna kemur Freyja. Are there any children in here? Talitha, please come forth and talk to the children about your story. Eru þið með eitthvað mikrofón fyrir Talithu? There's the microphone. Hi.
Good morning Sæli krakkar, and happy Sabbath. gleðilega hvíldardag. I'm going to tell you a story today about a little boy named John. Ég ætla að segja ykkur sögu í dag lítinn strák sem heitir John. And I didn't mean to turn my back on you guys. Ég ætla hann ekki að snúa baki á ykkur strákar. So John was 9 years old and he had two favorite people. John var 9 ára og hann átti 2 uppáhalds einstaklinga í lífi sínu. One was his grandma Ammans var ein af þeim and the other was Jesus. og hinn var Jesús. One day his grandma came to visit and she used to travel a lot. Einu sinni kom amma í heimsókn og hún átti til að vera að ferðast mikið. And she brought him a really special coin. Hún kom með mjög sérstakann pening einu sinni til hans. And it was so shiny and beautiful. Hún var skein svo peningurinn og svo fallegur. And he was so excited. Og hún var svo spenntur. And he said, Grandma, is this really, really special? Og amma spurði hann, þetta ofsalega sérstakur peningur? And she said, yes, it is. And I want you to take really good care of it. Hún sagði já og ég ætla að biðja að passa ofsalega vel upp á peningin. And so John took really good care of that coin. Þannig að John passaði voða vel upp á peningin. He took it with him everywhere he went. Hún fór með peningin hvert sem hann fór. And then one day, Einn dag he reached in his pocket fór hann í vasan sinn so he could touch the coin, til að snerta peningin and it was gone. og hann var týndur. And John thought, oh no, Ó nei, sagði John, I lost my special coin. ég búin að týna skínandi peningnum mínum. What am I going to do? Hvað á ég nú að gera? And his mom said, well, maybe you should ask Jesus to help you find it. Og mamma sagði, kannski eftir að tala við Jésu og biðja hann að hjálpa þér að finna hann. But John said, no, Jesus is a very busy person. En John sagði, nei, Jésús hann svo upptekinn. And he said, I don't think my special coin is special to Jesus too. Ég veit ekki hvort að þessi sérstakki peningur sé eitthvað sérstakur fyrir Jésu. So he said, I'm just going to look really hard for my special coin. Þannig að ég ætla nú bara að fara að leita mjög mikið að þessum sérstakka pening. And he did. He looked everywhere. Og hann fór og leitaði allstaðar. He looked under his bed, Fór undir rúmið under þar, his pillow, undir kottan, all over his room, yfir allt herbyggi sitt, with his toys. innan leikföngin, He went outside by the swing, fór út þar sem rólurnar voru and he couldn't find it anywhere. og hann fann ekki peningin nokkur And stað. he was just heartbroken because he was like, I've lost my special coin. Og hann var bara ofsalega sár yfir því að hafa týnt And peningnum. what is grandma going to think when she finds out I lost it? Og hvað mun amma halda? Ég er búin að týna peningnum sem hún gaf mér. So he kept trying and trying and trying Hjælt áfram að leita og leita og leita to find that special coin. til að finna peningin. And he didn't find it. Og hann fann ekki peningin. And his mom said, Og mamma sagði, you know, you could ask Jesus. ef þú veist, þá getur alveg spurt Jésu að hjálpa þér. And John thought, well, Og þá hugsaði John, já, I kannski. think Jesus is too busy, Ég held að sé alltaf upptekinn. but I guess it wouldn't hurt to ask him. En það sakar ekki að spyrja hann. So John went to his room Þannig að John fór inn í herbyggi sitt, and he knelt down by his bed fór á hnén fram fyrir rúmið and he said, Dear Jesus. og hann sagði, elsku Jésús. And then he stopped Og svo stoppaði hann. and he thought, there's something really hard under my knee. Það er eitthvað svo hart undir hnénu mínu. And he opened his eyes Og hann opnaði augun and he lifted his knee. og lyfti hnénu. And what do you think was under his knee? Hvað haldið það að vera undir hnénu? What do you think was there? Hvað haldið það að vera undir hnénu? Yeah, his special coin was Sérstakki there. peningurinn hans. And he was so happy and so thankful. Hann var svo glaður, hann var svo þakklátur. But you know the most important thing that John learned that day En vitið hvað var það dýrmættast sem hann var með þá, þann daginn? was there's nothing too small for Jesus. Hann lærði það að það er ekki til neitt of lítið fyrir Jésu. And no matter what you guys do or what you go through or what happens, Alveg sama hvað þið gerir eða hvað er að fara að gerast í lífi ykkar. remember you can always ask Jesus to help you, Munið að getið beðið Jésu sem að hjálpa ykkur. and he's going to be there for you. Og hann mun alltaf vera þarna fyrir ykkur. Okay?
Thank you so much. You can go back to your seats. Takk krakkar, nú getið þið farið aftur í sætin ykkar. Takk, thank you Talitha, very much. Já, nú ætla ég að biðja formanninn okkar, hann Ivo Kask, að koma hérna upp. I want to ask our president of the conference, Ivo Kask, to come up here. Við ætlum að vera með gjafir til að þakka þeim sem hafa verið hér. So, please, Pastor Louis Torres, can you come up here? And Pastor Nevelin, Pastor Victor Alexienkov, and Brother Jan Harry Kambungal, and Pastor Dick Howe. Can you please come up here? Gleðilegan fylgdadag. I'm happy to have this gathering here with all these people. Ég glaður að vera hérna með öllu þessu fólki hér. And we have a special day to celebrate here. Í dag mjög sérstakur dagur og mikil hátíð. And I can see that some people have given some special robes today. Og hér fólk í sérstakum kyrtlum. Nobody gave one to me. Ég fekk engan svona sérstakan kyrtil í dag. Yeah, I have mine, but you know, these are nice. We are in the end of something that has happened over the last weeks. Við erum að ljúka átaki sem hefur verið í gangi undanfarna vikur. In the book of Prophet Isaiah, chapter 52, Við förum í Jesaja 52. kapla. there is this famous verse, verse 7. Og þar förum við í vers 7. And it says that how lovely on the mountains are the feet of him who brings good news, who announces peace and brings good news of happiness, who announces salvation, and says to Zion, your God reigns. Hversu yndislegir á fjöllunum, fætur fagnar boðans sem friðin kunngjörur, gleðir tíðindin flytur, hjálpræðið boðar og segir við Síón, Guð þinn sestur að völdum. And in these days when this verse was written, Þegar að þetta var ritað á þeim tíma, in these days, you know, all the news had to be carried physically by people from place to place. og þar þurfti alltaf að bera fréttir gangandi mann á milli. There was no quicker way. Það var ekkert hægt að fara neitt hraðara með fréttirnar. And nowadays we have many ways to send messages immediately to all ends of the earth. Og nú getum við í dag sendt skilaboð og fréttir bara á augnabliki allan heim. And however good it gets, Og alveg sama hversu auðvelt þetta verður, it never replaces people actually going and meeting people. það kemur aldrei í stað fyrir það að fólk fari til að hitta annað fólk. So there is still need for us to go out and seek out people where they are. Það ennþá þörf fyrir okkur að fara og finna fólk. And we have had a group of people who have come whole way here to Iceland to help us. Við erum með hópa fólki sem hefur komið hingað til Íslands til að hjálpa okkur. And we have pastors here on the stage. Við erum hér með presta á þessu sviði So many of them did the lot of the speaking. og sumir voru að tala. But I would like to ask everyone to stand up who was part of the group that came to Iceland for these 4 weeks. Og má ég sjá alla þá sem eru hér sem hafa komið. So we want to thank all these people. Við viljum þakka öllu þessu fólki. And thank you for coming. And thank you for helping the people here to do this walking out on the mountains. Maybe you can sit back. I don't want to keep you long standing. Here in Iceland, we don't want to stand too much. Við viljum ekki hér á Íslandi viljum við ekki standa of mikið.
And we have a special thank you to say to the pastors Okkur langar að segja eitthvað sérstakt who did also the preparation and preaching in these meetings and in these weeks of training. Í körfunum. Can you say it again? We just want to say thanks for doing all the preaching and teaching in the training. Takk fyrir að vera að kenna og vera að þjálfa. And I believe that we have something Já, as we a have, token yes, today. já. Ætlar þú að gefa? So there is a little souvenir for you from Iceland. It is something that people in Iceland are very proud of. Þetta eitthvað sem að Íslendingar eru ofsalega stoltir af. Some fine piece of spiritual writing. Þetta andlegt rit sem við erum að gefa þeim. Það eru Passíusálmarnir eftir Hallgrim Pétursson. Passion of Christ by Hallgrimur Pétursson. Yes. All right. Já, takk fyrir það. Yes, thank you very much for coming up here. And please, Pastor Torres, don't go far because it's your turn. Yeah. It has been, can you hear me okay? Heyrið þið vel í mér? No. Microphone is not on? Yeah, no, it's on. Það ekki, heyrið Is ekki it nú. on? Yeah. It has been our pleasure to be here in this beautiful country of Iceland. Þetta hefur verið mjög ánægjulegt að vera hér í þessu fallega landi, Íslandi. The connection from here to the America is not very far. Það ekkert svo langt hérðan og til Bandaríkjanna. We can fly from Portland, Oregon to Iceland overnight. Við getum flogið frá Portland í Oregon fylki bara yfir á einni nóttu And sometimes it's not very expensive. og stundum þetta ekkert mjög dýrt. I said sometimes. Stundum, sagði ég. However, it's nice to know that we can just fly direct. En það gott að vita að maður getur flogið beint. Thank you, Pastor Ivo, and your staff for allowing us to come and for giving us the support that you have given to us. Takk fyrir Ivo að hafa boðið okkur hingað og fyrir allan þann stuðning sem ég hef fengið frá þér. And a great thank you for Elias, his wife, Esther, Við erum þakklátt fyrir Elías og Ester and their children. og börnin þeirra. They've made it possible for us to stay there at the school. Að þau hafa gert það mögulegt að við gátum verið þarna á skólanum. And I hope and I pray that nobody gets touched and desired that they need to sell the school. Og ég vona að þetta ekki verði það verkum að skólinn verði ekki seldur. Did you hear what I said? Heyrðu þið hvað ég sagði? It is a splendid place, Þetta góður staður til að vera á and since people like to come to Iceland, og fyrst fólki hefur bara líst vel á það að koma til Íslands and the Icelandic people are very courteous and kind, og af því að Íslendingar eru mjög kurteisir og velviljaðir I want you to know this. að þá vil ég segja ykkur eitt. In America, we knock on doors, Í
Bandaríkjunum þegar við bönkum á and dyr people shut the doors on our face. og þá kemur fólk og skellir hurðina á okkur. In Iceland, we knock on doors, Á Íslandi bönkum við á dyr and they say, please come on in. og þeir sagði, gjöru svo vel, komdu inn. Different way that the Icelandic people treat others. So we are grateful for that kind of hospitality. Við erum mjög þakklátir fyrir þessa gestriðsni sem að Íslendingar hafa. And the wonderful good news is that there are many in Iceland that still will respond to the message of salvation. Og góðu fréttirnar eru það eru margir á Íslandi sem taka við góðu fréttinum frelsunar áformið. And today we will have that testimony in those who have been baptized. Og við munum sjá vitnisburð með því að hér eru einstaklingar að fara að skýrast. But let's get into the Word of God. Við skulum líta á orð Guðs. Would you pray with me as we study? Við skulum biðja áður við hefjum það. Heavenly Father, thank you so much for the privilege we have to study. Himneski Faðir, ég þakka þér fyrir þau forréttindi að við fáum að rannsaka þitt orð. We pray that the message presented will be that which will thrill the heart. Við biðjum þess að þessar ritningar orð sem ég mun tala muni snerta við hjarta. And we thank you for hearing us Og ég þakka þér fyrir að heyra í okkur and answering us. og svara bænum okkar. In Jesus' name, Í nafni Jesú Krists. amen. Amen. I became a pastor of a new church, Ég var prestur eitt sinn í nýrri kirkju and there was a very senior elderly lady. og það var þar ein kona á efri árum And I wondered, how old could she be? og ég hugsaði hversu gömul ætli hún sé. So I said, sister, Og ég sagði, kæra how systir, old are you? hvað ertu gömul? She said, pastor, listen. Hún sagði, prestur, hlustaðu nú. Old age is mind over matter. Og það að vera orðinn gamall, það bara hugur yfir efni. If you don't mind, it doesn't matter. Já, ef maður alveg sama, þá skiptir það engu máli. So how old can you be and still be used by God? Þannig að hversu gamall getur þú verið og samt nýst Guði á einhvern hátt. Sometimes the older people think, well, let it for the young people. Og stundum segir gamla fólki, að látum unga fólki gera þetta. Never fall to that trap. Aldrei falla í þessa gryfju. God wants to use each one of us until we can breathe no longer. Guð vill nota eitt og sér hvert okkar alveg þangað til að við hættum að anda. Let me give you some examples. Leið mér að gefa eitt dæmi. Let me see if I can turn this thing on. And are we on there? Okay. Is my presentation on? Eru glærurnar mínar þarna? Let's see. Já, látum okkur sjá. There it is. Já, hérna Okay. þetta. I titled this God's Mysterious Ways to Save Souls. Já, leyndir vegir Guðs við að frelsa sálina. And the text that we read is found in Ecclesiastes 11:6. Og textin í dag sem ég predika út frá í predikaranum 11. kapla og 7. versi. Notice what it says. Sjá hvað stendur þar. Please read it. Sá sæði þínu að morgni og lát hendur þínar eigi hvílast að kveldi, því að þú veist ekki hvað muni heppnast, þetta eða hitt, eða hvort tveggja verði gott. Notice that the counsel that we just read Sjáu þessar ráðlíkingar sem var verið að lesa, applies to who? hægt að yfirflytja yfir á hvern? The young, Yfir á hina ungu, the old. hina gömlu. It applies to whoever reads it. Þetta bara fyrir alla þá sem að lesa þetta. If you read it, Ef þið lesið þetta, it's speaking to you. þá það að tala við þig. Will you say amen to that? Getið þið sagt amen við því? And don't be afraid to say amen. Ekki vera feimið við að segja amen. You will scare me more if you don't say anything. Og þið eftir að hræða mig þvílíkt ef þið segið ekki neitt. So let's consider. Þannig að nú skulum við að svelta þessu fyrir okkur. Many years ago, Fyrir mörgum árum síðan, there was a ship going from Jamaica to China.
þá var skip á leiðinni frá Jamaica eyjunni til Kína. And on the way to China, Og á leiðinni there was an attempt mutiny. þá átti sér stað tilraun til uppreisnar í skipinu. So they took the man that was responsible for the rebellion, Þannig að maðurinn sem bar ábyrgð á þessari uppreisn var tekinn and they whipped him, og hann var hýttur með svipu. then they tied him Svo var hann bundinn upp and put him in a small rowboat og svo var hann settur á lítinn árabát and put him on the shore. og hann kom þarna að einhverri strönd. The reason they did that, Ástæðan fyrir að þeir gerðu þetta because they knew that the people there were headhunters. á því að þeir vissu að fólki sem var þarna voru fólk sem var að drepa annað fólk. So they were satisfied, they whipped him, and now they'll leave him to somebody to cut off his head. Þannig að þeir voru ánægð með það að hafa barið hann með svipu og skilja hann eftir innan fólk sem var að taka af hann hausinn. So they dropped the man in this island and kept on going. Og hann var skilinn þarna eftir hjá eyjunni og heldur svo bara áfram siglingu sinni. When the islanders saw this man, Þegar eyjaskeggjar sáu þennan mann, they saw that he was about the same color as they were. þegar sáu þeir, já, hann var að svipa litarhátt og þeir. Dark skin. Hann var með dökka húð. When they saw the blood coming from the whipping that they gave him in his back, Þegar þeir sáu blóðið sem kom út undan svipuhöggunum, they assumed that he was part of them, þá heldur að hann var einn af þeim, because that's what the whites had done to other islanders when they beat them with whips. því að þetta var eitthvað sem að hinni hvítu höfðu gert við eyjaskeggja áður, þeir höfðu barið þá með svipu. So rather than cutting off his head, Þannig að í staði fyrir að skera af honum hausinn, they adopted him into the family, þá tóku þeir hann inn í fjölskyldu sína. and he became part of the high clan. Þannig að hann var hann einna af fína fólkinu innan meðal þessa fólks. In those islands you had different clans, Þannig að það voru vissi svona stig, ættarstig, einhvers konar. and so there's the lower clan and then there's the highest clan. Þannig að það svona neðra stig meðal fólks og svo efra But he stig. was fortunate Þannig að hann var mjög lánsamur that he got whipped að hann hafði verið barinn með svipu and that his skin was dark. og að hann var með dökka húð. So rather than losing his head, he got elevated. Þannig að staðið fyrir að missa höfuð sitt þá fekk hann stöðuhækkun. A couple of years later, Svo nokkrum árum síðar there was another man. þá var annar maður His name was Abram LaRue. og hann hét Abraham LaRue. Abram LaRue was a colt porter, Hann var að banka á dyr hjá fólki and he had retired. og hann hafði lagst í helgan He stein. was over 65 years old already. Hann var orðinn eldri en 65 ára So he wrote to the headquarters of the church and said, I want to be a missionary. og svo, þannig að hann skrifaði til aðal samtaka kirkjunar og sagði ég vil verða trúboði To China. og ég vil fara til Kína. And they said to him, you're too old. Og þeir sagði við hann, þú ert of gamall, We cannot send you. við getum ekki sendt þig. Yeah, but I want to go. En hann sagði, ég vil fara. No, you cannot go to China. Og þá sagði hann, nei, þú getur ekki farið til Kína, sagði þeir við hann. So he was very heartbroken. Þannig að hann var alveg með brosti hjarta. So he began to do a little research in the maps. Og svo fór hann að skoða landakort And so he asked the church leaders, og hann spurði leiðtoga kirkjunar okay, you won't let me go to China. og hann sagði, ok, þið eru ekki að fara að leiða mér að fara til Kína. Would you let me go to an island? Viljið leiða mér þá að fara á einhverja eyju? Yes, you pick any island you want to and you can go. Já, já, veldu bara einhverja eyju og þú mátt bara fara þangað. What they did not know Það sem þið vissi ekki was that there was an island near China, að það var eyja nálægt Kína and it was called Hong Kong. og eyjan hét Hong Kong. So they gave him permission to go, Og þeir leiðu honum að fara þangað and he went to China. og hann fór til Kína. Hong Kong is part of China. Hong Kong hluti af Kína. And he didn't speak Chinese. Hann talaði ekki kínversku, He only spoke Americanese. hann talaði bara bandarísku. Did you hear what I said? Heyrðu þið hvað ég sagði? Americanese.
bandarísku. You know why I'm saying that? Vitið af hverju ég er að segja þetta? Because if you speak 3 languages, you're trilingual. Ef þú talar 3 tungumál þá ertu þrítengdur. And we have some folks from Ukraine and Poland that speak 3 languages. Við erum hérna með fólk frá Pólandi og Úkraínu sem talar 3 tungumál. So they're trilingual. Þau eru þrítengt. If you speak 2 languages, you're bilingual. Ef þú talar 2 tungumál þá ertu tvítengdur. If you speak 1 language, you're an American. Ef þú talar 1 tungumál þá ertu frá Bandaríkjunum. So Þannig að he went to China hann fór til Kína, and didn't know how to reach the Chinese, hann vissi ekki hvernig hann átti að ná til Kínverjana, but because he was a colporteur, en af því að hann var vanur að fara á bank og dyr he took books with him to China. til að selja kristilega bækur, þá tók hann bækur með sér til And Kína. what language were they in? Á hvaða tungumáli voru bækurnar? Hvað haldið? English. Á ensku. So he prayed, Og hann bað and he got a bright idea. og hann fekk frábæra hugmynd. So what he did is he took his books and put them in packages. Hann tók bækurnar, pakkaði þeim inn, Then he went to the shipyard where the boats would come in and leave, svo fór hann þarna sem að skipin voru að sigla inn í höfn and he would find somebody in the ship who spoke English. og fann alltaf einhver í skipunum sem talaði ensku. And he said, Og hann sagði, please give this to the first English-speaking person you find. og hann sagði, viltu gjöra svo vel að láta fyrsta enskumældi einstaklingin fá þessa bók. So the sailors would take them, and who knows where they went. Þannig að sjómennirnir tóku þetta og hann vissi ekkert hvert bókin fór. But what happened? En hvað gerði svo? You remember that other man that had got beaten and got left in the island? Munið eftir manninu sem hafði verið barið með svipu? Abram LaRue gave a package to a ship that was going to Japan. Og hann lét eina svona bók á skip sem var að fara til Japan. And the ship had to pass by that island of headhunters. Og þetta skip þurfti að fara fram hjá þessari eyju þar sem að var verið að taka hausa á fólki. By this time, it was called Palau. En nú þetta skipti var eyjan kölluð Palau. So what happened? Hvað gerðist? There was only 1 person on the whole island that spoke English. Það var bara einn sem talaði ensku á allri eyjunni. And who was it? Hver haldið að það hefur verið? That man that got thrown off the boat. Þessi maður sem að var hent af bátnum. His name was Gibbons. Hann hét Gibbons. And the sailor was surprised Og hann var svo hissa to find one Palauan þessi sjómaður that spoke English. að hitta þennan eina So he sem said, talaði well, ensku. listen, I got something to give you. Sjáðu, ég er með eina gjöf handa So þér. he gave him the package of books. Og hann gaf hennar þessar bækur. He was so excited. Hann var svo spenntur. At last, he could have something that he could read. Loksins átt hann eitthvað sem hann gæti lesið. So he opened up the packages and began to read through the books. Og hann opnaði pakkan og las bækurnar. And he became so excited about what he was reading. Hann var svo spenntur fyrir það sem hann var að lesa. And he began to share what he was reading with some of the natives. Þannig að hann fór að deila með við hina eyjarskeggjanna. And they began to get interested. Og þeir byrja að vera mjög áhersamir. And before long, Og áður en að langt he had leið, 10 people það voru 10 manns in his clan í hans ætt who wanted to be baptized. sem vildu skýrast. But he didn't know what to do. En hann vissi ekki hvernig hann átti að fara að því. So he wrote a letter Þannig að hann skrifaði bréf to one of the authors of the book. til eins af rithöfunda bókana. And he just sent put the name of the author on the book, on the cover, Hann setti nafnu höfundarins á framan á and sent it to Japan when the next cargo ship came by. og sendi það til Japan þegar að næsta skip kom. The man's name was Armstrong. Og þessi maður hétt Armstrong And when Armstrong got the letter, he was surprised. og þegar hann fekk þetta bréf þá var hann svo hissa. He had no idea that in Palau there were 10 people who wanted to be baptized. Hann hafði ekki hugmynd að vera 10 manns á Palau, eigi sem vildu skýrast. He got together with another Japanese pastor. Þannig að hann hitti annan prest sem var í Japan They went to the island, og þeir fóru saman and they were amazed. og þeir voru hissa. These people, the 10, Þessi 10 einstaklingar were not headhunters at all. voru bara ekkert að taka hausa af fólki. They loved Jesus. Þeir elskuðu Jésu And they wanted to be baptized. og þeir vildu skýrast. So they got baptized. Þannig að þeir voru skýrðir. Now you have 10 new believers in
the high clan of Palau. Og nú voru 10 nýjir meðlimir, kristni meðlimir á Palau-eyju í efri stétt. But then what happens? En hvað gerðist svo? The war broke out. Þá kom stríð And when the war broke out, og þegar það var stríð, the Japanese went to Palau. þá fóru Japanir til Palau-eyju And they found 10 people og þeir fundu 10 manns who had a strange religion. sem að voru með mjög skrítin trúabrögð. And what religion was that? Og hvaða skrítnu trúabröð voru það? Seventh-day Adventists. Þeir voru 7. dags aðventistar. How many? Hvað margir? 10. 10. And so they thought that these 10 were allied to the Americans because they were following a Western religion. Þannig að þeir héldu að þetta voru bandaríkjamenn vegna þess að þeir fylgdu þeirra trúabröðum. So they put them in prison. Þannig að þeir voru settir í fangelsi. How many? Hvað margir? 10. They put 10. them in prison. Þeir voru settir í fangelsi. What's interesting is this, En það er mjög áhugavert that they put a guard in charge of those prisoners að það var settur vörður yfir þessa fanga who was Palauan. sem voru frá Palau. But he was a big, rough guy. Og þessi vörður var mjög stór And he was in favor with the Japanese. og honum líkaði vel við Japani. So they put him in charge of watching these Palauans. Og þá var hann settur yfir það að vera fangavörður yfir þessum 10. After 3 years, Eftir 3 ár the war ended þá lauk stríðinu and they were released. og þá var þeir hleypt út. But what happened to that guard? En hvað varð þennan fangavörð? It's amazing the mysterious way that God works. Það ótrúlegt hvernig Guð vinnur. You know what happened? Vitið hvað gerðist? That big, rough guy Þessi stóri, sterki maður saw the lives and testimony of those 10 Adventists. sáu hvernig líf þessara 10 aðventista var. And what is supposed to happen? Hvað haldið það hefði gerst? He became an Adventist also. Hann var líka aðventisti. Not only did he become an Adventist, Ekki bara aðventisti. he became the first Palauan pastor of the Og Adventist hann var church. fyrsti presturinn á eyjunni. Isn't that amazing? Er þetta ekki ótrúleg saga? Can you see how strange? Sjáu þið hvað þetta skrítið? From being a mutiny Frá því að vera uppreisnarseggur and an old man with a desire to go and share Jesus, og gamall maður sem vildi fara að deila Jesú með öðrum the message was brought to Palau. og þessi boðskapur komst til Palau-eyju. Cast your bread upon many waters, Kastið right? brauð ykkur á vötnin. You don't know what will work, this or that. Þið viti ekki hvað er að fara að virka, þetta eða hitt. So now here's what happened. It's Og svo, interesting. það sem gerðist er líka mjög áhugavert. The Palauan people then Þá fólkið á Palau-eyju now were under the United States. var núna undir Bandaríkjunum. And 2 of the young Palauans Og einn af 2 ungum Palau-konum, decided that they wanted to become doctors. þeir vildu verða læknar. So one became a medical doctor, the other one became a dentist. Einn varð tannlæknir og hinn varð læknir. Dr. Yuji and Dr. Roberts. Og þeir hétu þetta. Now, there was a ship Og svo var skip that had to travel 200 miles south to one of the outer islands of Palau. og þurfti að ferðast 200 mílur til einhverja suður eyju þarna. And they brought supplies once every month. They would bring supplies to that island. Og þeir komu alltaf með vistir til eyjunar við og við. And these 2 doctors then had to serve their turn in going and doing medical and dental work for that little island that was far away. Og þarna var þessi tannlæknir og þessi læknir sem að voru að sinna þjónustu, So what happened? sinna þessu fólki. Dr. Yuji Læknirinn, noticed Yuji, an old man tók eftir gamlu manni paddling as fast as he could sem var að róa eins hratt og hann and gat. climbed up on the boat Og hann var að klifra upp bátinn, and got his sack of sugar, náði í sigurpokan got his sack of rice, og threw hrísgrónapokan, it over the side, hendiði yfir á hliðina and paddled back into the island og réði aftur til eyjunar, and disappeared into the jungle. hvarf inn í Then he came frumskóginn. back out. Thank God for lungs. Mikið er gott að fólk er með lungu. So he came back again paddling, Hann kom tilbaka róandi,
climbed up on the boat, klifraði aftur upp í bátinn and now he wanted to pay for his supplies. og nú ætlaði hann að borga fyrir. And Dr. Yuji, watching this old man, Og þegar læknirinn sá þennan gamla mann, said, Mister, hann spurði hann, you forgot to buy something. þú glemdir að kaupa eitt. He said, young man, I'm in a hurry. Please don't disturb me. I need to pay and get on my way. Og hann sagði, ungi maður, ekki vera að trufla mig, ég er að flýta mér. So Dr. Yuji said, but you forgot to buy something. En þú glemdir að kaupa eitt, sagði læknirinn. What do you think I forgot? Hvað heldur ég hafi glemt? You forgot to buy your cigarettes. Þú glemdir að kaupa sígaretturnar. And the old man said, Og gamli maður sagði, young man, ungi maður, he that consumes fire will be consumed by fire. sá sem að neytir elds mun verða eldi að bráð. Well, that was interesting. Og hann fannst þetta áhugavert. So the Dr. Yuji said, why are you so in a hurry? Af hverju ertu að flýta svona mikið, sagði The læknirinn. sun is coming down Sólin er að fara að setjast and it'll be Sabbath. og það er að fara að koma I hvíldadagur. need to pay for this and get back so I can be ready for the Sabbath. Vilt ekki borga fyrir, ég þarf að drífa mig. And Dr. Yuji was surprised. Já, hann var svo hissa læknirinn yfir því að hann vildi fara fyrir What does this sólarlag man know about the Sabbath? og hvíldadaginn. Hvað vissi So as þessi he maður? talked to the old man, Hvað vissi þessi maður it hvíldadaginn? turned out that he was one of these men that had been prisoners. Og hann var svo einn af þessum mönnum sem hafði verið fangi. And when he was set free, Og þegar var búið að he sleppa hann, went back to his home island, þá fór hann heim til sín, but he was the only one that was an Adventist on the island. en hann var svo eini sem var aðeins til veginni. So when the old man heard Og þegar gamli maðurinn that Dr. heyrði Yuji was an Adventist að læknirinn var aðeins and Dr. Robert was an Adventist, og tannlæknirinn líka, he said, how many Adventists are there back in Koror? og hann spurði hvað eru margir aðventistar þarna? And Dr. Yuji said, 200. Og þá sagði hann 200. 200. 200 sagði hann. Oh, how I would love to go and see those 200 Adventists. Mikið væri nú gaman fyrir mig að fara að sjá þess að 200 aðventistar. But look, I gotta run. En ég þarf að drífa mig. But wait a minute. En býttu nú við. I need to do something. Ég þarf að gera So he eitthvað. jumped over the side, paddled as fast as he could, Og fór yfir í bátinn sinn, disappeared into the jungle, hvarf inn í, came back, and he had a bag. inn í frumskauðin og kom tilbaka með póka. He climbed up on the boat, Klifraði upp í and bátinn he said, I've been keeping my tithe and offerings in this bag in the hole of the ground. Ég er búin að geyma þessa tíund mína og gjafir í hólu í mörg ár. I was hoping that someday I could give it to God. Ég var að vonast til þess að ég geti gefið Guði þetta einhver tíman. Can you please take my tithe and offerings back to Koror? Getur þú tekið gjafir mínar og tíund Dr. Yuji was moved. til kirkjunar og læknirinn hann var snortinn. Here was this man, Hér var þessi gamli maður, alone, aleinn still faithful to God, og ennþá trúfastu Guði, giving his tithe and his offerings, gaf tíund og gjafir and put it in, saving it until he would have an opportunity to give his offerings to God. og passandi upp að þangar til hann fengi tækifæri til að gefa Guði þetta. What do you say? Hvað segir þetta? Well, Dr. Yuji and Dr. Roberts returned back. Svo þegar þeir læknirinn og tannlæknirinn snéru tilbaka, Well, how do I know all about this story? en hvernig veit ég þessa sögu? Because my wife and I became missionaries to Palau. Vegna þess að ég og kona mín urðum trúboðar á þessari eyju Palau. Here's a picture of myself with a group of Palauans. Þarna er ég með Palau fólki. You can see that my hair was a little bit darker than now. Þið sjáið að hárið mitt er aðeins dekkra þarna. My wife became principal of the academy, or vice principal of the academy school. Kona mín, hún varð skólastjóri And the one who told the story was my daughter, who was with us as well. og dóttir mín sem var hérna áðan, hún sagði sögurnar. And I think as she looks at the picture, she probably recognizes most of the young people there. Og þegar hún sér þessa mynd þá kannast hún við allt fólki sem er hérna. So we became missionaries to Palau. Við erum trúboðar á Palau. And then my wife got sick, Svo veiktist kona mín and we had to leave. og við erum að fara. The humidity there and the mildew and mold was too much for my wife. Það var svo mikill raki og það var svo mikill mygla allstaðar og við urðum að fara So we left. og við fórum. It was very hard to leave Það var mjög erfitt að fara because we fell in love with the people. af því við elskuðum fólkið. They took care of us. Þeir hugsuðu okkur, They looked after us. pössuðu upp á okkur
And they were just so grateful that we were there. Við vorum svo þakklátt að við vorum þarna. But before we left, En áður en við fórum, they had a church that was an old church building. þar var gömul kirkja. It was built from the remains of the war. Hún var byggð úr alls konar leifum frá stríðinu, But the problem is that the benches were made out of wood. en bekkirnir voru úr við And there were termites in the benches. og það voru termítar að éta þá upp. So when you sat down on the bench En maður settist á bekkin and it cracked, og það svona heyrðist it brotahljóð. would pinch your pants. And when you got up, you pull up the bench with you. Og þá kleipst það í fötin manns og maður tók bekkin með sér upp. So we said, we got to do something about this. Og við sagðum, við verðum að gera eitthvað í So málinu. I talked to the church members. Þannig ég talaði við Your kirkjumenn. houses are much better than the house of God. Húsin ykkar líta miklu betur út en hús Guðs. Og þeir skammuðu sín. What shall we do? Hvað er að gera? We need to build a new church. Við verðum að byggja nýja We kirkju. don't have the money. En við hefum ekki pening. Yes, but God has it. Já, en Guð á nógan pening. All right. Allt í lagi. They decided to take the challenge. Og þeir ákvaðu The að first offering they made, fyrsta gjöfin sem þið gáfu, $75,000. $75.000. That's one day of taking up the offering. Bara með því að taka upp gjafir á einum hvíldardegi. Well, then, because we had to leave, Og við því þurftum að fara, my wife designed the church. þá ákvaði kona mín að hanna kirkjuna And this is the church that my wife designed. og þetta er kirkjan sem kona mín hannaði. My wife's father was a builder. Faðir konu minnar var byggingar, eða var smiður, húsasmiður. So my wife knew how to design things. Þannig að kona mín vissi hvernig átti að hanna hluti. And when I met with the committee, Og þegar að við hittum nefndin, I said, look, if you buy a roof like this, byggingarnefndina, ef þið byggið svona þak, it's less expensive. þá er það ódýrara. If you buy a roof like this, it's more expensive. Ef þið setjið þakið svona, þá er það If aðeins you buy a dýrara. roof like this, it's much more expensive. Og ef þakið er svona, þá er það ennþá dýrara. Which roof do you want? Hvaða þak viljið þið? Their answer, Og svarið var, the one closest to heaven. og þakið sem er næst himni. So which one did they buy? Þannig að hvað var það sem They þið bought keyptu? the one closest to Við heaven. ákveðum að hafa þetta svona. Then we left. Svo fórum við, But I left telling the chairman en ég of the sagði building committee, byggingarnefndinni, I hope that you'll be able to finish the church. ég vona að þið klárið að byggja kirkjuna. Okay, Pastor. Og hann sagði, já, ok, allt er leið. 2 years later, I was in New York City. 2 árum setna var ég í New York I had a dream. og ég dreymdi. And the dream that I had was that the man in charge of the building program would become president of the country. Að maðurinn sem var yfir byggingarnefndinni yrði forseti landsins. Now that's a strange dream, isn't it? Þetta er rosalega skrítin draumur. At first, I was tempted to write a letter to him Fyrst var ég að ákvaði að skrifa honum bréf to tell him that he was going to become president. að segja honum að hann yrði forseti. But then I thought, En svo fyrir að hugsa, what if I write the letter and it doesn't happen? hvað ef ég skrifa bréfið og ég hef rangt fyrir mér? That'd be embarrassing. Þetta So I verður didn't mér send til skammar. Then I would again Og svo hugsaði ég aftur, send the letter. sendu bréfið, What if it doesn't happen? hvað ef það gerist ekki? And finally, Og svo að lokum, I was so impressed that I had sent the letter. ég fann fyrir því að ég yrði að senda bréfið svo ég I sendi það. didn't hear anything from them. Og ég heyrði ekki eitt einasta orð frá þeim. I did not know if the letter got there or not. Ég vissi ekkert hvort bréfið hafði komið eða ekki. 2 years later, 2 árum setna I got a telephone call. fekk ég símtal. They want me to come and dedicate the church. Nú vildu þeir að ég kæmi til að helga kirkjuna. Now you should know that this is not a small building. Nú þið ættu að vita að þetta er ekki lítil bygging. This building is for 600 seating capacity. Þessi bygging er fyrir 600 manns. There it is inside, Þarna er hún. and look at how big it is. Sjáu hvað hún er stór. Can you tell that it's a big building? Sjáu hvað hún er stór. Yes? I was amazed that they said that they Ég var- were ready to dedicate the church. Ég var svo hissa að þið veru tilbúinni nú þegar að helga kirkjuna. You're supposed to pay off the building before you can dedicate it. Af því maður verður alltaf að borga lánin fyrst áður en maður getur helgað kirkjuna. So we went for Now the we- dedication. Við fórum til að helga kirkjuna When I got there, og þegar ég kom þangað
some of the important people came to meet me at the airport. Þá kom mikilvægt fólk til að taka móti mér á flugvellinu. They took me to the hotel, Þeir fóru með mig á hótelið and I wonder what happened to that man that I wrote the letter to. og ég fór að hugsa, hvað ætlaði við orðið mannin sem ég skrifaði bréf að hann yrði forseti. So I told the senator, Þannig að ég sagði alþingismanninum whatever happened to Epperson? og ég spurði, hvað varð Ebbesson? Well, he wants you to go and see him. Og hann vill að þú farir að hitta hann. Wonderful. Frábært, sagði When? ég. Hvenær? Tomorrow. Á morgun. Okay. Where is he? Hvar hann, spurði ég. He's the president of the country. Hann forseti landsins. I said, what? Ha, sagði ég. He's the president of the country. Hann forseti landsins. So I went to visit him. Sure enough, Ég fór og heimsótt hann og Epperson had become the president of Palau. Ebbesson varð forseti landsins. So I said to him, Þannig að ég sagði við hann, Epperson, Ebbesson, I sent you a letter 2 years ago. ég sendi þér bréf fyrir 2 árum síðan. What happened? Hvað varð? Hvað varð Scared það? me to death, he said. Ég var svo hræddur. Ég I have never received a letter like that in my life, he said. hef aldrei fengið svona bréf áður. And I said, and I've never written a letter like that before in my life either. Og ég sagði, ég hef aldrei skrifað svona bréf heldur áður. So what happened? Og hvað gerðist? Well, read the letter, Ég las he bréfið. was not even running. Hann var ekki einu svona að reyna, hann var ekki einu svona að bjóða sig fram sem forseti. When he read the letter, he jumped in the race. Þannig að þegar hann las bréfið þá ákvað hann að bjóða sig fram. There were 7 others in the racing, Og það voru 7 aðrir sem að vildi verða forsetar. and he won. Og hann vann. Now, what's amazing is this. Það sem er ótrúlegt við þetta The high chief, if you notice his last name? What's the last name? höfðinginn, Gibbons. Gibbons, This was the king, he just recently died, but this was the king of Palau, þetta var konungur Palau, who was a descendant of that Jamaican that was beaten and left on the island to be eaten by headhunters. sem var afkomandi uppreisnarmannsins sem átti að lenda á sér eyju og vera afhöfðaður. And today, Og í dag, the president of Palau forseti Palau is a eyju Seventh-day Adventist. 7. dags aðvendisti. There he is, a young man over there. Þarna hann, þessi ungi maður. The queen of Palau Og drottning is Palau a Seventh-day Adventist. 7. dags aðvendisti. And Og the majority of the legislators are Seventh-day Adventists. meiri hlutin af þeim sem setja How did lögin all that happen? í landinu aðvendista. Hvernig All gerðist it þetta? took was a little old man. Það þurfti bara einn gamlan mann. What did they take? Little What did they old- take? A what? A what? One little old man. One little old man Einn lítinn gamla mann who had a burden sem að fann fyrir að hann ætti að gera to eitthvað fyrir Guð. cast the seed Hann on vildi the waters. henda út fræi. He believed what God said. Hann trúði á það sem Guð sagði. And so today, Þannig að í dag, there's a whole nation, þannig heil þjóð, and the majority is Seventh-day Adventists, þar sem meiri hluti eru 7. dags aðventistar. because Út af því að, that little old man út af þessum gamla manni, took the challenge ákvað að taka þetta erfiða verkefni að sér. and cast the seed. Kastið fræjunum ykkar So út. question to you today. Nú ég með spurning til ykkar hér. Are you too old? Eru þið á gömul? Don't look at yourself. Ekki vera að horfa á ykkur sjálf. Are you too old? Eru þið á gömul? I'm looking at you. Nú ég að horfa á okkur. You're looking down. Þið eru að horfa. Are you too old? Ert þú á gömul? How many of you are too old? Can I see your Má ég hand? sjá hendurnar ykkar sem eru orðin of gömul. There's not one hand that's gone up. Ekki ein einasta hend. I see a hand of a young person thinking he's too old. Ég sá eina hend á ungri manneski sem heldur hún sjá hana gömul. But how many of you are willing by God's grace Hversu mörg ykkur hafið viljan to say, Lord, fyrir náguðs og segi, help me to cast the seed upon the og waters? segi, drottin hjálpaði mér að kasta út fræjunum. Would you be willing to raise your hand Má and ég say, sjá Lord, hendurnar? Drottin, if you can do that for LaRue,
Ef að þú gast gert þetta fyrir you LaRue, can do that for me. þá getur þú gert þetta fyrir mig. In fact, among us, there's a little old lady. Hér á meðal okkar gömul kona, She doesn't like to think of herself as a little old lady. en henni finnst ekki gaman að líta á sem gamla konu. Her name is Ruth. Hún heitir Ruth. What's her name? Hvað heitir hún? Ruth. Ruth. Ruth, would you mind standing? Komdu, starta fætur Ruth. She'll talk to me after this. Hún mun taka mig á teppið eftir á fyrir þetta. Ruth Ruth came thinking, well, let me just go and see what I can find out. kom hingað og hugsaði, ég ætla að athuga hvað ég get gert. And the prayer of her heart was, Og bænin í hennar hjarta var, God, Guð, can you still use me? getur þú ennþá nota mig? Then they went shopping, Svo fór hún að versla. and she saw a man walking by, Hún sá mann sem gekk fram hjá and she decided to go and give him an invitation. á Selfossi og hún ákvað að gefa honum boðskort til að koma. Who is that man? Hvaða maður var það? Who is that man? Hvaða maður er það? I see him doing this. Ég sé að hann að gera þetta. That man is Þessi here maður- with us today, Þessi maður er hér hjá and okkur í his dag. wife, Og konan hans and their children. og börnin þeirra. Praise the Lord. What do you say? Lof sé Guði. Did God answer your prayer, Ruth? Svaraði Guð bæninniðni, Ruth? So are you too old? Ertu á gömul? No. Nei. No, we're not too old. Nei, við erum ekki á gömul. Listen, there are many Það eru margir in Iceland hérna á Íslandi that would respond if we gave them an opportunity. sem að myndi svara ef við gefum þeim bara tækifæri. And I pray Og ég bið that God will use each one of you að Guð megi nota eitt og sér hvert ykkar to share what God has given to you, til að deila því sem Guð hefur gefið ykkur. this blessed hope that we have. Þessa blessuðu von sem við höfum. What do you say? Hvað segið þið? Let's pray. Við skulum biðja saman. Heavenly Father, Himneski Faðir, we're so grateful for what you've done for us við erum svo þakklátt fyrir það sem þú hefur gert fyrir okkur in bringing to us the marvelous light. og leitt okkur til því undursamlega ljós. And we marvel at the mysterious ways that you work. Og við erum svo hissa yfir hvernig þú vinnur. A rebel that's put off to be assassinated by headhunters. Uppreisnarmaður sem var leiddur á eyju þar sem átti að taka hann af lífi. An old man who has a desire, but he's rejected because he's too old. Og gamall maður sem hafði þrá en var neitað vegna þess að hann var of gamall. But your ways are very hard to discover and understand. En leiðir þínar, þær eru órannsakanlegar. Because we marvel at the marvelous things that you do. Við erum svo hissa yfir öllu þessu. And oh God, Kæri Guð, as we have lifted up our hands, nú hefur við lyft höndum okkar upp. help us Viltu hjálpa okkur to spread the seed að dreifa fræinu? and then bless the seed Viltu blessa fræið to the salvation of souls. svo að sálir megi frelsast? We pray it in Jesus' name. Við byggjum í Jesú nafni. Amen. Amen. Já, þá komið að skýrnar athöfninni. Kristján Ari, ert þú ekki hérna einhvers staðar hjá okkur? Og við ætlum að fara með skýrnar eyðin. Kristján Ari er margra barna faðir.
Ég er hérna með hérna á spænsku. Gleðilegan hvíldardag öll sömul. A happy Sabbath, everybody. Já. En ég var bara að hugsa að þurfa þau, Nei, kannski ekki, það Já. kemur á skján. það skulum við ekkert gera. Þetta er mjög gleðilegt tilefni sem við komum hér í dag. This is a wonderful day and a wonderful occasion that we are here together. Og við erum komin saman sem margir söfnuðir We have come here together as many churches in Iceland og líka með mörgum góðum gestum. and with many visitors also. Og við erum þakklátt fyrir það. We are so thankful for that. Og í dag það ætla 4 einstaklingar að skýrast. So in this ceremony there's going to be 4 people that will be baptized. Ég ætla að biðja skírnarþegann að koma hér upp á sviðið hér. I want to ask you to come up here on the stage, you that are going to be baptized. Og við förum saman í gegnum skírnarheitin And we're going to do the vows. Vamos a hacer los votos. og svo ég kynni fyrir Aquí lo ykkur tengo en español. Lo tengo en español. Svo ég kynni fyrir ykkur skírnarþegana, þá eru 2 einstaklingar hér í dag sem ætla að skýrast inn í Árnessöfnuð og 2 inn í Hafnarfjarðarsöfnuð. There are 2 individuals here that are going to be baptized into the Church of Selfoss and 2 in the Church of Hafnarfjörður. Og þeir sem ætla að skýrast inn í Árnessöfnuð eru Jóhannes Eriksson og Claudia Santos. Þau eru hjón. Og þær sem ætla að skýrast inn í Hafnarfjarðarsöfnuð eru Fransifer og Irene sem eru hér. En við höfum þann háttin á að við lesum skírnarheitin og þetta eru 3 spurningar sem við lesum We're going to read the vows. These are 3 questions that we ask. og fyrir ykkur sem eru í salnum þá kemur þetta hér á skjánum líka. You can see this for yourselves up here. Og fyrsta spurningin hljóðar svona og ég les á íslensku og Vigdís mun lesa á spænsku. Entonces la primera pregunta es, Veitir þú viðtöku Jesú Kristi sem persónulegum frelsara og drottni þínum og óskar þú að lifa í frelsandi tengslum við hann? ¿acepta usted a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y desea vivir en una relación salvadora con Él? Amen. Viðurkennir þú kenningar Biblíunar eins og þær eru settar fram í grundvallakennisetningum 7. aðventista og heitir þú því fyrir náð Guðs að lifa í samræmi við þær kenningar? Número 2. ¿Acepta usted las enseñanzas de la Biblia tal como se expresan en la Declaración de Creencias Fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y promete por la gracia de Dios vivir en armonía con dichas enseñanzas? Amen. Númer 3. Y número 3. Æskir þú að taka skírn og sína þannig opinberlega að þú trúir á Jesú Krist og óskar þú að sameina samfélagið safnaða 7. aðventista og styðja það í ætlunarverki sínu sem trúr ráðsmaður með áhrifum þínum, tíund og gjöfum og þjónustu. Número 3. ¿Desea usted ser bautizado o bautizada como una expresión pública de su fe en Cristo para ser aceptado en la feligresía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y sostener a la Iglesia y su misión como un fiel mayordomo a través de su influencia personal, sus diezmos y ofrendas y una vida de servicio? Amen. Þakka ekki kærlega fyrir og ég býð ykkur að taka aftur sæti. Pueden tomar asiento, por favor, de nuevo. Mér skjáttast ekki þá ætlum við að syngja. Já, nú ætlum við að syngja Allt þér Jesús, glaður gef ég, áður en að fólki fer í skírnarlögina. Allt
þá bjóðum við Jóhannesi og Kládíu að fara í skírnarlögin. We want to invite Claudia and Johannes to join Pastor Neville in the baptismal pool. It was a wonderful privilege Það voru mikil forréttindi for me to work with and meet these people. að hitta og kynnast þessu fólki. When I visited them, Þegar ég heimsótti þau, I found that this is indeed an example of a biblical family. þá sá ég að þau eru gott fordæmi fyrir kristna fjölskyldur. I cannot stress this enough. Ég get ekki lagt nógu miklu áherslu á það. When I asked them the Þegar ég- first time, Þegar ég bað þau í fyrsta skipti, would you like to be baptized? spurði þau hvort þau vildu skýrast. They said, well, we have to first determine whether we can agree with everything that the church teaches. Þá sögðu þau við þurfum fyrst að aðtók hvort þau séum sammála öllu sem kirkjan kennir. I spoke to them a little bit and shared a text in Corinthians with them. Og ég talaði við þau og deildi með þeim versi í Korintubréfi, fyrsta Korintubréfi, Because they were definitely living a Christian life. því að þau voru að lifa sem kristnir einstaklingar. There was no doubt about that. Það var engin efi í mínum huga. And so I shared one of the texts that Paul writes. Þannig að ég deildi með þeim einum af þessum texta sem að Páll And ritar. I left the text with them and said, think about it and think about what you just said to me. Og ég skildi þennan texta eftir hjá þeim og baði þeim að velta þessu fyrir sér og því sem að ég var að segja við þeim og þau voru að segja við mig. So the next night, Johannes said, will you come and visit us in the morning? Og þá sagði Jóhannes við mig, viltu koma og heimsækja okkur í And I went morgunin? to see him and Claudia in the morning. Og ég heimsækti þau í morgunin. And as Paul and I sat there, Og þegar ég og Páll vinur minn hér, við sátum saman Johannes said to me, I've been thinking about what you told me. og þá sagði Jóhannes, ég hef verið að velta þessu fyrir mig sem að þú hefur verið að segja. I want to be baptized. Ég I vil, want to be baptized. ég vil skýrast, sagði hann. And then I looked at him and I said, and so now you and Claudia will be baptized together. Og þá sagði ég, þið munu skýrast saman. And he said, you have to ask her about that. Þú er að spyrja hann það, hvort hún vilja skýrast með mér. And I turned to Claudia and I said to her, so Claudia, Johannes tells me he's going to be baptized. What about you? Claudia, sagði ég, Jóhannes er búin að ákveða að skýrast, en hvað með þig? And she said, where my husband leads, I will follow. Og hún segir, þangað sem að eiginmaður minn leiðir, þangað mun ég fara. What an incredible testimony. Hvílíkur vitnisburður. So Johannes and Claudia, Jóhannes og Claudia, it touched my heart þetta snerti hjarta mitt. because we don't find Því við, that kind of thing regularly now. það er ekki oft sem við hittum fólk eins og þau. But you know, Claudia was busy with the kids. En Claudia, hún var mjög She's got upptekinn 3 lovely kids. með börnin sín, hún á 3 börn. And so Johannes was listening to the sermons. Þannig að Jóhannes var að hlusta And she could not always listen á ræðurnar mínar, because she was with the kids. en hún gæti ekki alltaf hlustað. But Johannes started making Bible studies of what I preached. Þannig að hann, Jóhannes kendi henni út frá því And sem when ég they var. got home, he started sharing that with Claudia. Og þegar að hann kom heim þá deildi hann því með Claudiu. So already in his home, he became a missionary to his wife. Þannig að hann kom If I heim, may say so. hann var komin heim og var trúboði fyrir fjölskylduna sína. But he didn't stop there. En hann hætti ekki þar He also sent those messages out. og hann sendi skilaboð út til And he allra started posting them on social media. og setti þetta á samfélagsmiðlana And the response is amazing. og viðbröðin hafa verið dásamleg. So it is an absolute privilege for me Því að þá er það mikil forréttindi fyrir mig to
to be here in this font with you. að vera hér í þessari laug með ykkur And it's going to be a pleasure for me to baptize you. og það mun vera mikil unum fyrir mig að fá að So, skýra ykkur. Johannes, I'm going to baptize you as the head of the home first. Ég ætla þá að skýra þig, And then I'm going Jóhannes, to baptize Claudia. Is that okay? og er það í lagi og svo Good. Kládía. So, Claudia, if you will come and stand here next to me. Ef þú getur Thank you, staðið that'll be great. hérna, Kládía, And Johannes, og Jóhannes that's right. If you're going to do that. staðið hér. So, because Johannes loves Jesus very much, Út af því að Jóhannes elskar Jesús svo mikið and because he has shown a desire to do Jesus' bidding, og af því að hann hefur ákveðið að gera eins og Jesús and gerði because it's his desire to walk in the way of Jesus and to do his will, og hann vil ganga á vegum Jesú Johannes, because of that, og vegna þess, Jóhannes, I now baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. þá ætlum ég að skýra þig í nafni Föðurins, Sonarins og Heilags Anda. Amen. Amen. If you can now stand here, and then Claudia, you can come up here. Nú skal þú standa hér og Claudia, Kládía, what a privilege it is as well. mikil baptize forréttindi, you. mikil forréttindi að fá að skýra þig, You are Kládía. certainly an example, Þú ert gott fordæmi, not only for many people out there, ekki bara fyrir margt fólk but hérna, also for your kids. en líka fyrir börnin. And I trust that your examples Og ég trúi því að þitt will carry fordæmi through, muni and that God will bless you and your family vera blessun fyrir, og Guð muni blessa ykkur. above all expectations. Og langt fram með það sem við vonum. Because you love Jesus, Því að þú elskar Jesús and because you want to do what is right with Jesus, og þú vilt gera það sem er rétt fram með fyrir Guði and og do Jesús. his will and walk in his way, Gera hans vilja og ganga hans vegum. it is now my privilege Nú er þetta minn forréttindi, to baptize you in the name of the Father skýra þig í nafni and of Guðs the Föðurs, Son and Sonar, of the Holy Spirit. Heilags Anda. Amen. 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 Ahora, Francifer, yo te invito a ir a la piscina. Og nú er það Fransi fer. It is a privilege for us. Það eru mikil forréttindi fyrir okkur Franciter was here studying the Word of God, að rannsaka orð Guðs. and she accepted Jesus as her Savior. Já, hún er búin að vera að rannsaka orð Guðs og er búin að taka við frelsara sínum Jesú Kristi. And today she is giving the first witness that Jesus is her Savior. Og nú er hún að gefa sinn fyrsta vitnisburð að Jesús er hennar frelsari. As you accept Jesus as your Savior, Og tú, mientras que tú aceptas a Jesús como tu Salvador, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
þá er það Irene. Núna er Irina komin í laugina. Irene. And here we have the result of God working with us. Og hér nú sjáum við afrakstur Guðs að vinna með okkur. Aquí podemos ver cómo Dios trabaja para nosotros. I have seen her here many times in the church. Ég hef séð hana hér oft í kirkjunni. La he visto aquí muchas veces en la iglesia. And I was asking when it was going to be your time. Og ég spurði hvenær kæmi hennar tími. Pregunté cuándo va a ser su tiempo. And her time came. Y su tiempo llegó, hennar tími kom. And she is showing to you today Og hún að sýna ykkur í dag, ella está mostrándoles hoy en día that Jesus is a wonderful Savior. að Jesús dásamlegur frelsari, que Jesús es un Salvador maravilloso. And if you want Jesus as your Savior, Og hún búin að taka við Jesús sem sínu frelsari, ella ha aceptado a Cristo como su Salvador. and if you also didn't pass to this experience of getting baptized as she is doing now, Og ef þið hafi ekki farið gegnum þessa reynslu eins og hún að gera, si ustedes no han pasado por esa experiencia como ella está haciendo ahorita, God is calling you today. Guð að kalla ykkur í dag, Dios los está llamando el día de hoy. Because heaven is for every one of us. Af því að himinin fyrir alla, el cielo es para todos. And Jesus bless each one of us. And now at this moment, En ese momento, as you have accepted Jesus as your Savior, así como tú has aceptado a Jesús como tu Salvador, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. I Yeah. would like to see now if there is anybody here that is thinking in the next future to get baptized also. Just lift your hand. Einhver hér inni sem hefur hugsað að Amen. skýrast Amen. náinni framtíð? Amen. Amen, amen, Amen. amen. So it's great. Frábært, dásamlegt. And I would like to ask you, please stand up, because the church would like to know you. You Má ég- that is, lift up your hand. Má ég sjá, þið sem lyftu upp höndum, Please stand up. má ég sjá, please. standið upp. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Okay. Now I invite you Nú langar mig að to bjóða come ykkur here. til að koma hérna fram. We are going to pray for you. Við ætlum að biðja fyrir ykkur. And Pastor Torres, I invite you to pray for them. Og mér langar Please. að vil bjóða hann Torres að koma hérna upp og biðja fyrir þeim. We're going to translate. I'm going to kneel with you. I can see you. Let's pray together. Við skulum biðja saman. Heavenly Father, Himneski Faðir, in the name of your blessed Son Jesus, í nefni þíns blessaða sonar Jésu Krists, we rejoice with the decisions that have already been taken. við gleðjumst yfir þessari ákvörðun sem hefur verið tekin And we thank you for these three who have responded as well. og við þökkjum þér fyrir þessa 3 einstaklingar sem að hafa We do thank you that your Holy Spirit is always working, ákveðið þetta og við þökkum fyrir þín heilaga anda touching human hearts, sem snertir við hjörtu manna, inviting to come and follow him. sem býður þeim að fylgja honum. We're grateful, Father, that your Spirit is not stopped working.
Við erum svo þakklátt fyrir það að heilagur andi ekki hættur að starfa. Bless these three who have committed themselves now. Blessaðu þessa 3 einstaklingar sem hafa gefist þér. And Lord, we know that there are others in our audience Drottin, við vitum að það eru fleiri hér meðal okkar who have been also touched. sem hafa líka verið snortnir. But whatever is holding them back, En ef það er eitthvað sem heldur aftur af þeim, we pray that you will only allow your spirit to have the victory. að þú, Drottin, megir hafa sigurinn. And so, thank you Þakka þér for those who have decided today. þá sem hafa ákveðið í dag. May your blessing be upon them. Megi þín blessun hvíla yfir þeim. In Jesus' wonderful and precious name. Í nafni Jesú Krists. Amen. Amen. Já, nú kemur skemmtilegu hluta af þessari samkomu og það er að fá að syngja. Nú erum við að bíða eftir að allir sem að fóru í laugina séu að skipta föt og við skulum fara að syngja sálmana, uppáhaldssálmana okkar. Og það fyrsti sálmur 361, Drottin skjól. Amen.
dásamlegt. Næsti sálmur er 146. Ég mun brátt sjá augliti Jesú. Kemur annar dásamlegur sálmur, það er 384, gefðu gætur að Jesú.
dásamlegir sálmar. Ég vildi við gætum sungið lengur, en nú eru allir þeir sem að fóru í laugina komnir í sín föt og þá langar maður að bjóða honum Kristjáni Ara og Ósi Galvaro að koma hér upp og biðja fyrir hinnum nýskýrðu. Quiero invitarles, myndi þið vilja koma hérna upp og við ætlum að biðja fyrir ykkur. Por favor, vengan aquí hasta arriba porque queremos orar por ustedes. It is a happy day. Þetta búið að vera mikill dagur. And Ha sido un gran día. we have here the 4 people that were baptized. Here we have these people that have been baptized. Here we have, aquí tenemos a los que se acaban de bautizar. And I know that there are many pastors here with us, and I would like to invite them to come up here with us. Það eru margir prestar hér meðal okkar í dag og við viljum bjóða þeim að koma hérna upp og Please, biðja með okkur. pastors, stand up. Prestar og safnaðarformenn, vinsalast komið upp. Yep. Pastor Eric. Pastor. Yeah. Biðja alla Þú prestana eru að koma pastors. og koma hérna fram og biðja með okkur. Allir prestar velkomnir að koma fram. All pastors here are welcome to come forth and pray with us for these newly baptized people. Yes. Yeah, Ivana, please come forth also. We want to pray for you in a special way. And Lena, where are you? Come also, we want to pray for you. These 2 beautiful women, they got baptized yesterday. Þær skýrðust í gær á Hlédalsskóla og við viljum líka fá að biðja fyrir þeim. Á fimmtudaginn, en það er ekki Já, 5. daginn, já. Og við ætlum líka að biðja fyrir þeim. Og gefa þeim Komið líka endilega. gjafir. So, the pastors, please come here. We want to bless them with our hands. Please come up here. Komið hérna fram og við ætlum að Komið þið kannski örlítið framar og þá getur þeir komið hérna fyrir allt í kring. Þið fáið einhver hérna örlítið. Já. You can rest. Yeah, we are going to kneel down, all of us, please. Og við ætlum að krjúpa til bænar. And the pastor, please stand your hand up for me. Kæri himneski Faðir, Dear Father in heaven, við þökkum þér fyrir þá blessun að vera hér viðstödd we thank you that we are here gathered together til að sjá þessa einstaklingar sem hafa gefið þér líf sitt að fullu. to see all these individuals that have given their lives fully to you. Kæri Faðir, þetta eru forréttindi og mikil blessun. Dear Father, this is a great privilege and great blessing. Bræður okkar og systur er að hefja nýtt líf í þér. Our brothers and sisters are starting a new life with you. Náð þín og miskunn er ný á hverjum degi Your grace is new every morning. og við þökkum þér fyrir það. We thank you for that. Kæri Faðir, við viljum leggja þessa einstaklinga í þínar hendur. Dear Father, we want to put these individuals in your hands. Þú hefur þekkt þau frá barnsbeini, blautu barnsbeini. You have known them since they were born. Þú þekkir þeirra þrár og þeirra langanir. You know their longings. Þú þekkir þau áform sem þú hefur fyrir þau. You know their plans. Kæri Faðir, við biðjum þig að blessa og vera með þeim We ask you, dear Father, to bless them and be with them alla daga always þar til að þú kemur að sækja okkur heim. until you return back home. to Megi bring þau us vera home. blessun öllum þeim sem þau koma og hitta May they be a blessing for others, og megum við vera reynast þeim blessun. and may we be a blessing for them. Bræður og systir þeirra. Be their brothers and sisters in faith. Kæri Faðir, við biðjum þig
að útdeila þínum heilaga anda á sérstakan hátt May you give them your Holy Spirit, dear Father, og þú meir kalla þau upp til að vera mikill vitnisburður fyrir þig. and may they be great, testify greatly about you. Kæri faðir, við leggjum þau aftur og enn og aftur í þínar hendur. We give them to you, dear Father, Í Jesú in nafni the name of Jesus og Christ. segjum öll Amen. 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 Don't go anywhere. No vayan porque les vamos a dar un regalo. Yeah, the pastors, you can go, yeah, but the other ones not. Eigum við að gefa blómin núna? Gerðu svo vel. Irene, ese es un regalo. Við gefum þeim gjafir núna og síðan á eftir þá gefst öllum tækifæri til að óska þeim til hamingju og þá köllum við aftur upp og þið fáið öll að óska þeim til hamingju eftir svo að við erum svo mörg að það gengur best þannig. Skulum við syngja lokasálmin okkar og það er númer 299, Minnisál vegnar vel. Soul
mig að bjóða formannum okkar Ivo Kask að koma hérna fram og vera með blessunar orðin. Við skulum öll rísa á fætur. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen. Amen.